Já, þetta var ekki fólk. Nei, ég veit að fullt af fólki var eitthvað að reyna. Ok, ef þú væri með hérna svona rafmagnsmúfu sem var með AI og var alltaf að tala við þig og þú eitthvað hún eitthvað ekki í dag, ég er þreytt í dag væri þau bara shut up væri það illa gert? Ég myndi samt bara aldrei nokkuð tíman spyrja foreldra mína að opna náttborðsskúffuna þeirra. Nei, það er bara eitthvað sem ég myndi við erum byrjaðir. Ok. Það væri svo sem fyndið ég ætla að kíkja stóra hildó upp úr akkur er svartur alveg góðan og gullfallan daginn við viljum ekkert útskýra þetta nei, þetta var bara out of context ég ítti aðeins svo fljótt á ræn fólk alveg, hvað er þetta bara ekki kíkja í skúffurnar hjá foreldrum nei, guðanabæn það er you will thank me later já, akkurat umræðan var ekki þarna til að byrja með nei. Hvernig hafið það? Bara gott fallegt veður úti, kallt en fallegt það er fallegt maður verður jákvæð það er jákvætt ár nákvæmlega frábær februar já, það ekki jú alveg skýtsæmilega það er bara brillið saman ég er þannig að koma á nýjan bíl hann er hvítur já hann fín það er að lesa upp númeraplötunni og Davíð á heima seta HF 60 það er að svo margir 600 sem sé nei, þetta virkaði ekki hjá mér nei, sorry, þú sem ert með þetta númer og einhver keirir utan í þig ekki starf með eitthvað þú er ekki púpulur björn nákvæmlega helvítis kallreipun sjá einhvern rauð þarna í þessum bíl I hate gingers núna reyndar ef einhver kemur og lefur mig núna þá get ég sagt að þetta hafi verið hate crime já, þú ert í minni hluta já, þetta er bara haturskleipur ertu stoltur yfir því að vera í minni hluta? Já, nei við getum ekki, ok við skulum segja mig ekki segja stolt mér finnst svo fyndið að loksins ertu orðin að viðurkenna þú ert rauðharður ég er ekki út af því mörg ár ef það þóknast mér í mörg ár varst alveg, ég er ekki rauðharður og litaðir hárið alveg kólsvart í einu partí, það var ég með svona myndavél og Davíð alveg tekur mynd af þarna niðri í kloppunum sínum af tippinu sínu já og svo vorum við eitthvað vorum við ekki búin að sjá þessa myndu vel geðleiki vorum eitthvað fletta fórum bara hvaða rauða bush er þetta og ég alveg dóur hladri þetta er Davíð he's the redhead the drapes do þetta var flassið í myndavélinni þetta var ekki þetta var flassið í myndavélinni það er bara alveg samt að fyndi að því að ég á svoleiðis mynd líka af öðrum vinn okkar sem að byrjar á T sem að hann tók líka svona mynd á myndavélinni minni í rútu á leið það sem að Kitty Bigfoot var og eitthvað, maður stættir þessu þannig að ég á svoleiðis mynd af tippinu á honum er þetta bara þeng? Ekki hjá mér var það í gamla daga? Var það í gamla daga að taka myndir af skaufunum á sér og þetta var fyrir vilt þú eiga skaufamyndinu mína? Já, þú veist, þetta var svona mikil vina þetta var líka kringum aldamótinu eða eitthvað sko ég hef bara aldrei tekið mynda af bibbanum mínum sko í alvörunni aldrei tekið, ég bara sé ekki tilgangið aldrei tekið
bara ekki sjens. En þú ert búin að senda mér nokkra myndir. Það var myndin sem hann var að tala á mér. Alltaf sama myndin. Þess vegna þröstur hann bara I like him. Það var Davíð á tíma. En hefurðu mælt hann? Sko, við fórum yfir þetta, víst, í einhverju þætti. Nú var það? Já. Ok. Þú voru ekki að segja aftur eða? Já, best, bara þú hefur mælt hann. En þið greiðlega hafið tekið myndir af bibbanum ykkar. Nei. Þú veist alveg í alvöru segja bara nei, augur svona glúk til hliðar nei, I'm not suspicious. Og eru þið þá bara að senda þetta bara á milli? Já, mín og Davíð, já. Ok, takk fyrir að bjóða mér það. Þetta er svona ákveðið svona sjálfstraust gagvart okkur sjálfum. Ég get alveg googlað sko micropenis og tekið mynd til að boost your egos. Já, þetta er það sem við gerum milli okkar sko. Það er að bústa hvert annað egos. Já. Á ég að trimma hann aðeins meira hérna. Glugg. Akkurat. Nei, hann er flottur með barta. Welcome to the club. How does that work? Það er fínt með undirhauku líka. Bara. Nei, veist með Hökutopp. Muni ekki eftir svona tussutrillinum bara og veist svona þegar maður tala fyrir þetta fljúa hvað séu þetta að því? Já, KK með svona. Já, nákvæmlega. Þetta var cool í hálft ár í kringum 2000. Shave it off. Nobody likes it. Bara sorry KK, bara nobody likes it. Akkurat. Ég er bara sammála sko, annarkvæmt bara full beard eða shave it off. Ég veit einn sem er hann er kringum 70 og hann er ennþá með þetta síðan hann var kringum 2000 og maður er bara alltaf og það er svona grátt og maður er come on ég ætla fucking að safna þessu núna og koma og kýtla þig. Nákvæmlega. Birgir, hvað er það? Ég gæti mikill vindur það svona til hliðar Svo blæða einhvern veginn. Já, maður er ekki bara Jesus. Það safna svo lungu að það geta flétta það. Nice, nærið að gera það? Já, ég ætla að gera það. Tegum við svona korter. Korter? Jesus. Nei, hörðu, við ætlum að tala um skrýtna hluti á netinu sem hafa verið seldir. Já. Hvað er að skrýtnast það sem þið hafið keypt á netinu? What's the weirdest thing? Fljótur. Nei, sko örgulega vændjarkonan í Litáin. Keyptur hann á netinu? Já. Horse R Us. Horserus.com. Nei. Þetta er tjók. Okkur þetta blikka mig. Já, blikki. Nei. Blikk. Þú veistu hvað er að skrýta sem þú getur? Sko, ég er náttúrulega búin að nú er kynlustæki ekkert lengur skrýtinlegur. Þannig að þau eru átt. En ég keypti mér einu svona vesti á netinu. Svona perravesti eða? Nei, þetta var svona military vesti. Já, þetta var þegar ég var sko á toppi mínum í hjálparsveitinu og ég var í sjúkraflokknum. Já. Og þetta var svona, þú veist, military grade vesti.is með öllum vösunum. Þetta var svona medic útgáfa. Okkur er þetta ekki í þessu í útilegum með bjóra bara tilbúna. Now there's an idea. Já, nákvæmt. Tröstu kom út tjaldinu. Ég er tilbúin að drekka. Það er alveg loaded. Rút af bjór bara hangað af. Já, nákvæmlega. Líka quick draw. Ég skal hörðu, ef það er búningapartí heima hjá Chris Orabæg. Já. Þá ég er með hugmynd. Er það skrýtnast sem þú hefur gefið? Já, ég kaup ekki það mikið á netinu sko. Já. Nei. Ekki þegar þeir eru fullir eða eitthvað? Nei.
Þá legg ég yfirleitt síman frá mér. Já, ekki ég, það alltaf, ég sé alltaf eftir því daginn eftir. En hvað er skrýndið sem þú hefur gert? Fyrir utan háruna? Já. Nei, ég á sama stað. Ég þarf að kíkja á þetta. Horst það svo? Þetta ekki sponsораður þáttur, en þú veist, ef þið eru það nútið, þá megið alveg. Horst.com. Það byrjar á tvöfaldaf, ekki hái. Já, akkurat, ég sendi þig link. Já, ok. Hvernig opnar þið líka? Þetta er horur.com, ekki hestar.com. Ég les blindur, ég veit ekki, ég get ekki svona brandara. Ég veit það, þess að sendi ég bara linkin, hann verður blára litin og íti bara á það. Já. Inn í blára litin. Akkurat, þú ert líka bara sendt með kreditkorta upplýsingarna og ég skal græja þetta fyrir þig. Ég er blindur. Nei, en ég þú veist, ég keypti handa ykkur á jólagjafinnar. Já. Annars, ég keypti nýtt strapp á úrum mitt eitthvað tímann, annars kaupi ég aldrei nýtt. Nei. Ég var að kaupa í fyrst skipti á netinu. Já. Bara allra fyrst, ég bara hef aldrei gert þetta. Og keypti, alveg sjálfur. Ok. Bara ég var bara, ég var leik. Kom heim, herri, ég var að kaupa hérna ylvan hérna. Og Þórunn var bara, alveg sjálfur? Ég leik, já. Það bara, séu hvað ég fullorðin. Og hún var bara, I don't like this. Hún sér allt þetta, sko, fyrir mig. Akkurat. Og sér kom strákurum minn og Þórunn alveg, pappin var að kaupa sjálfur á netinu, hann bara, what, það er mjög skrítið. Þetta er svona eins og bara einhver api sé að fá, sko, vit. Ég er alveg, thanks man. Einhver simpans að læra að kveikja eld. What? Hann kallar mig apa, man. I'm not that dumb. Jú, kannski stundum. En þú ert nógu loðinn. Ég þekki einn vinn okkar sem var það fullur að þegar hann kom heim að hann var að hlusta á okkur, var að horfa á YouTube og okkur lög, hann bara djöfullir saxofónar hérna, það eru sexy maður og hann er pantaði sér hérna 100 króna saxofón sem kom hann viku setna bara, what is this? Oh my god, saxofónar er hrikalega flott hljóðfæri. Það er reyndar mjög flottir, sko. Nei, þólið á ekki. Ef hann hefur sloppið með 100 kall fyrir saxofón, það er bara vel sloppið. Hvað kostar þær? Kostar fullt af penning. Ég skal googla það. Daðin keypti einu sinni þegar hann var fullur í hérna teleskóp. Já. Þegar hann var fullur. Hann gerði það reyndar. Og seldi hann að mýrili. Já. Nefndi ekki svona að læra á hann. Og svo hann náttúrulega lenti líki í því hann keypti hérna, hvað var einhver garðhúsgögn eða eitthvað. Já. Og fekk bara eitthvað svona Barbie-húsgögn. Já. Svona pínulítil. Svona pínulítil. Já. Það var drullu fyndið maður. Já, mjög fyndið. Þetta er, ef þið ætti endalausan pening, myndið þið kaupa hvað sem er á netinu? Svona ódýrast er 135.000. Saxofón. Já, einmitt. Sko, fer bara upp í jók, sko. Fer bara upp, sko. Hérna, ef þið ætti endalausan pening, myndið þið kaupa hérna 10 ára gamla ostasamloku? Nei. Það var selt hérna 2004. What? Maður sé að hérna með mynd af nei, þetta var bara grillu samloka. Þetta er bara grillu samloka? Já, hún seldist á $28,000. Átti Elvis Presley þessa samloka eða? Nei, þetta var bara einhver mannskjöld í bæ. Já. Jesus Christ. Og það var ekki mynd af Jésu á henni eða eitthvað svona kjaftaði. Jú, andlit af Maríumi. Já. Þá skil ég þetta. Já, myndir þú kaupa þetta á? Nei. En það er svo mikli kristnir villisingar í Ameríku. Nektarar núti, sko. En síðan, sko, það var eitthvað ung megar náttúrulega seldu meidómi sinn til þess að eiga efni á skólavist. Alveg rétt. Já. Ói. Það er frekar creepy, sko. Já. Þetta er eiginlega orðið bara normal í dag, bara hérna, OnlyFans. Já. Allar að selja sig á netinu maður. People do better. Do better. Be better. En líka bara, ég reyð mig og eitthvað gaur bara eitthvað. Nice. Mér finnst þetta svo ógíslegt. Það er ekki bara eitthvað einn gaur, það er fullt af gaurum bara $10,000, $20,000. Bara, that's fucking, þú ættir að vera á lista eitthvað stað. Já, þú ættir að vera Epstein-lista. Já, til dæmis. Það potið. Þetta er ógeðslega creepy. Eitthvað rátt, sko, já.
Ég veit ekki hvort að þessi seldist en ég fann hérna a gently used casket líkista Gently used Já og auglýsingin sem sagt það var á Facebook Marketplace minni mig Does anyone need a casket? This one is in slightly used but still in good shape Grandpa was in it for 2 years but was stuck up when we wanted to cremate instead and use ashes for remembrance decor 300 or best offer Wow, slightly used, hvað þýðir það? Hann var að segja það, hann notið 2 ára Afi var jarða örginni í 2 ár og svo gróði þurna upp til að brenna líkið Já, oi Þannig að nú er tóma kistu sem þú ættir að losna við á 300 dollara Opna svo Ég skal lofa að eitthvað hefur keypt þetta Ábyggilega En hérna sáu þið hérna hvað í fyrra, þá var Matt Drive hann keypti hérna uppistandarinn Já, hann með öðrum keypti Annabelle húsið Já, Annabelle þetta er sem sagt svona lítill kofi með fullt af reymdu drasli og allir bara Matt, don't do this Það er bara, ég myndi aldrei gera þetta Ég myndi reynda að gera eitthvað svoleiðis það finnst mér cool sko Já, þú ert svolítið svona into the occult Já, þú veist, ég trúi ekki á drauga en eitt þannig Nei, bara svona Þú myndir lappa svona inn í kofaðin með allt fullt af reymdum að naki með kaffibotlaðin og veipið og mótnuna Hello people, good morning Kerti á svona Annabelle, good morning Chucky Jason All these lovely people Ræðilegt Oh my god Það var eitthvað sem seldi sálina sína á eBay Já fyrir nokkur $100 Nokkur $100 Já Hvers virði ég? Já, bara nokkur $100 Já, ég veist Gaurinn alltaf með enga sál bara, ég verð að fá sálina sko. Myndið þið selja sálina eitthvað skrifa á blað og bara, herrið, þið fáið sem $500 ef ég myndi kaupa þína sál myndir við segja já við því Bættu 3 núlum við og skal ég selja mína Já, þannig er ég líka samvalað Nei, ég myndi bara selja hann aftur og aftur Það getur enginn sanna að sé ekki þarna Þú ert með eitthvað pappír, skilur við, hvað með það? True Þú veist ekki, ég fer svo bara eitthvað næsta manni bara, $500 Sér deyrðu og þú ert hérna í rúlistegunum að leiðin upp í himnaríki The Pearly Gates og allir alveg, where's your paper? Oh shit Svona 5 aðrir fyrir aftan með þitt blað Við erum að deila sálinn hans Ég meina, ég veit alveg hvert ég fer þegar ég dey og hérna þannig að það er sálinn gaslu sko Það er ég veit það ekki Herðu notaður klósettpapír Jesus sagður vera frá sko Scarlett Johansson Samt myndið hvað með það? It's total crap Já ég myndi ekki veist ég veit ekki En fylgdi ekkert sögunni hvort þetta seldist ekki? Já, fólk allan að bauði í þetta en það er ekki komið sér svo sal á þetta Nei. Okay. Ég gæti samt alveg haft samband við hver klónaði hundin hennar Dorrit notaði þetta þess að klóna bara nýja Þú er kallið My Scarlett My own Scarlett Nákvæmlega Konaðin alveg, who is this? This is Scarlett Nei, ég veist það er mjög mikið sem ég ætla að segja þarna en ég ætla ekki að fara ánga Herru, það var hérna eitt sem nokkrar reyndar sem eru búin að selja hérna lítið notaðir ósýnlegir vinir til sölu Já, okay. Lítið notaðir ósýnilegir vinir til sölu Það er allt rámt í þessu setningu Ég veit það Ég er að selja hérna Pétur vinn minn og ég nenni ekki að leika við hann Ég er ekki búin að nota hann mikið Nei Þú veist hvernig notar maður vinið sína spurði bara lítið sko spurði þarna stelpuna sem var að hérna sofa hjá hérna álfunum hérna íslenska stelpuna hún notaði þá sína, Was that a rape?
Já, gröfum aðeins ofan í það Var þetta nauðgur, var hún að nauðga álfunum eða þeir henni Veittu þeir samþykki eða Hún sagði allan að þeir voru sæði þeirra væri eins og glimmerregnbogar Alveg rétt yfir henni Vá Her brother Wow. Her daddy is so proud Akkurat Bara, oi That's my baby Ég myndi kaupa vin Lítið notaðan vin Lítið notaðan vin Ég á lítið notaðan vin Blik Oh my god Hvað kallar þú lítið notað? Það ekki margir aðrir sem hafa notað hann allavega í langan tíma Í langan tíma? Alveg bara svona Þetta þú að grafa þín eigin dröm dýbra Let's continue Move on Ég fann aggressively used assless chaps á $25 Aggressive Nei takk, nei Aggressively used assless chaps Já, nei, ég vil Þetta svona leður, svona rassalausar buxur Ég veit ekki, aggressively used Já, þetta er bara hljómar rosalega illa Ef þú ert nakin í þessu og einhver hamraði það bara, veist It's a thing Það það sem að mér datt í hug líka En ég veit ekki hvort það sé bara hausinn okkar sem að Fer þangað eða hvað Það geti alveg verið að við séum þarna sko En já Það fannst mér eitthvað Herri, myndið þið kaupa sem sagt loft úr tónleikum Bara andrúmsloftið Já, einmitt Það var einhver sem var með tóma krukku og var á Kanye West tónleikum Ekki Kanye West Já myndið, ef ég væri með krukku bara, þetta er frá Beatlunum eða Elvis eða eitthvað myndið þið kaupa? Nei Nei Krukkan seldist á $60 No Ok Mér finnst þetta weird Sko, fólk bara, yes og ég var bara svona með hillu veist, andrúmsloftið Kanye West og klósettpapir hjá Scarlett Johansson og svona aukt þetta er vinur minn Pétur sem er lítið notaður vinur minn Þóru væri bara þessi hilla klósettpapir Þetta er samt sko, maður margóft heyrt einmitt andrúmsloft héðan og þaðan og eitthvað og það var eitthvað sem ætlaði með þess að reyna að selja íslenskt súrefni skiluru og eitthvað tímann minni mig þannig að maður mjög mikið heyrt það en það var eitthvað hótel í Las Vegas eða eitthvað sem maður var ofta að kaupa eitthvað svona nonsense til þess að hafa bara on display hjá sig sem joke og ég held að það hafi bínu svona ítt undir þetta sko Þannig að þess að fullt af fólki bara, kannski, það er hótel ef þú keypt alls konar þvælu á bara $1,000 og fólk bara, kannski er eitthvað svona vitlýsingur sem vill kaupa þetta bara på djókið. Já. En síðan er alltaf fullt af ykkur svona bulli það sem bara, krukka með engu. Já. Og átappað loft í kókdósir. Já. Og þú veist, þetta fólk oft selst þetta allt Já, var ekki einhver sem var að selja íslenskt loft eitthvað í krukkum eitthvað tímann Jú, minni það sko Var í öllum túristasjópanum Já, þetta er náttúrulega Spaceballs, munið þið Já Nei, man ekki Druid Air Já, það var með svona eins og kókdós alltaf Já Það væri svo fyndið að við ætti svo mikið pening og væri alltaf með tómar flöskur Akkurat Okkur það sé Þetta er Himalaya loft Himalaya loft Það var maður skjóðist Doritos lítur út eins og The Pope's Hat hattur Pávans Er það ekki bara allt Doritos? Nei, þetta er aðeins svona sveigðara skilur þannig að þetta svona myndar nánast þú veist, að ég mynda þessu Þetta lítur alveg pínuð þannig út sko Veist? Ég fæ þetta í hverju einasta Doritosi En þetta var á eBay 35 bits sem er tilbúð í þetta og þetta seldist á $1,209 My god Okkur gerum við þetta ekki með Doritosið bara alltaf sem er svona beikt
The Pope's hat. Akkurat. The new Pope's hat. Akkurat. The American hat. Það er ekki amerískur núna. Frá Chicago. Það er einn maður sem seldi enni á sér. Já, fyrir auglýsingu? Já, 2005 bauð Andrew Fisher ennið sitt til auglýsingar í 30 daga. Var það ekki eitthvað stop snoring eða stop waking eða eitthvað? Þetta er sem sagt fyrir tímabundið útflúr sem er oftast í mörg ár. En það seldist á 37.375. Jesus. Það er það. Snore stop, it simply works. Já. Þetta sett hann á ennið á sér. Jesus minn. Fyrir hvað mikið sagði? $37,000. Ok. Ekki ennið, come on maður. En já. 33 whatever. Já, ok, það eru 5 milljónir eða eitthvað 4 milljónir. Það er sant. Já, þetta eru 4,5 milljón. Vá. Já. En síðan er ég búin að vera að horfa hérna, sorry Davíð. Ég búin að vera að horfa á svona nokkuð klipp á YouTube-inu að YouTuber er að kaupa eitthvað svona mystery box af dark webinu. Já. Síðan alltaf þar er verið að selja alls konar það er til dæmis verið að selja krakka og vopn og sprengjur og mannakjöt og þannig að það er alveg sko það er einhvern veginn bara umræða út af fyrir sig. Myndið þið þóra að fara á the dark web og kaupa eitthvað? Hérna er kreditkortið mitt á dark web. Akkurat. Nei, við myndum alltaf nota eitthvað annað en kreditkortið mitt sko. Eins og hvað? Eitthvað rafmynt eða eitthvað svoleiðis eða þú veist, hvað heitir það sem Elon Musk bjóð til hérna? Bitcoin? Nei, Elon coin? Tesla coin? Nei. X-coin? Nei, þetta er svona það sem þú borgar með í gegnum eBay til dæmis, þá er svona forrið sem þú notar til að borga. Og PayPal? PayPal, já. Þú veist, eitthvað þannig, skilur við. Já, eitthvað svona. Myndið þið þóra að kaupa eitthvað box frá... Eitthvað svona mystery box? Já. Nei. Poppar upp svartu dildó bójunum. No, not again. Davíð, við erum ógeðslega lélegir í þessu. Við erum ekkert að kaupa almennilegt á netinu. Greinilega ekki. Við erum að fara að gera eitthvað af þessu. En ég er hérna með mitt, að við vorum að tala um loft. Það var loft frá síðasta leik Kobe Bryant með Lakers frá 2016 með startingboð á $15,000. Wow. Jesus. Þessar krukkur sko. Já. Og líka loft frá Kanye West með 2015 seldist á $60,000. Já. Ég er með eina krukku hérna, draugur í krukku. Já. Það var hérna eitthvað sem náði draug í krukkunni og seldi það yfir $50,000. Þetta er svo klikkað. Getum við please? Já, svona krukku. Allan daginn. Álfur í krukku? Já. Gerum það. Tröllasæði? Já. Tröllasæði? Já, álfasæði. Við kaupum bara glimmer. Nei. Akkur ekki? Þú veist að það sést ekki sko. Það eru bara nokkri sem sjá þetta. Okay. Getum við please selt drauga í krukku? Já. Why not? Við erum með heilt box. $100,000. Já. Let's do this. Ég kann ekki að selja á netinu svo að þið þurfum að hjálpa mig með þetta. Græja þetta. Reddum við. Við reddum þessu maður. Ég er með hérna eitthvað gæja sem að ég bara, þetta er hetjan mín sko, Ian Usher. Hann bara fekk nóg af öllu og seldi lífið sitt. Já, ég er búin að heyra á þessu. Á eBay þegar þú veist, hjónabandið hans var komið í steik og hann bara seldi allt saman, húsið, bílinn, eigurnar, vini sína, með að segja vinnuna sína og flutti til Ástralíu bara með fullt af pening og já, þar hitt hann einhverja konu og hefur það bara fínt þar. Já, seldi vini sína og allt. Já, þetta endaði í $399,300 næstu í $400,000. Hann seldi vini sína og vinnuna sína og allt saman bara $400 farin til Ástralíu, fuck off. Já, nákvæmlega, bara sorry kids. This is your new dad. Þetta er nýja pappi. I just sold you. Nákvæmlega, ég tengi við þetta, bara fuck everything, bara selja þetta. Ég held að þú myndir bara plumma þig bara vel. Já, ekki kannski í Ástralíu, þú myndir brennu upp.
alltaf mikið sól Davíð fyrsta degi alveg sko upp á sjúkrahúsi með blöðrur eftir sólina this was a bad idea það er svona típist að bæði sólbrunn og svo kemur svarta ekkjan og býtur hann akkurat, snákabitt og allir anskotin snákabitt nákvæmlega Nei, það er svo margt skrítið sem er búið að vera seljast á internetski var ekki ég er með svo mikið sko hérna er eitthvað sem heitir Dibbugbox Nú ætla ég að segja þetta á ensku þegar mér finnst þetta fyndin setning A wine cabinet said to contain a spirit Það er vín sem sagt Akkurat Áfengi er kallað spirits Akkurat Jesus sem var maður sem seldi ekkert hann var með kassa og það var hann sagði bara þið fáið ekkert og það voru 5 sem buði í þetta og 1 keypti þetta og hann fekk ekkert hann fekk kassan en hann fekk ekkert hann seldi ekkert síðan notaði sokkar það er mjög vinsælt og síðan er líka rosalega vinsælt að þú veist þegar starfsfólk á veitingastöðum er að selja tissue sem einhverju frægir hafa verið með Robert De Niro þurrkaði sér munnin ég horfði á hann gera það, þú mátt alveg trúa mér trust me bro og ég ætla að bjóða í þetta síðan er mannstennur það var fólk að kaupa mannstennur til að setja undir kottan sinn til að fá pening wow worst idea ever oh my god það er Danolfin ef það væri ef eitthvað leikona væri til sölu á eBay og væri búið að kaupa hana hvaða leikona var það sem þið myndi kaupa? Ég myndi náttúrulega bara aldrei kaupa konu til að byrja með það var ekki spurningin það var ekki spurningin herra ég kaup ekki konur nýbúin að segja mörgum þáttum alltaf að hóran í Uganda eða eitthvað sem þú sagðir russianbrides.com alltaf að kaupa eitthvað Texan eru svo mikið af útlendingum þarna það sem við býðum þú er búin að kaupa svo marga konur bara allar fluttar í blokkinu oh my god hann þurfti herstöð til Davíð alltaf bara við konur sér ég ætla að ná í sigur hjá nágrannunum og ekki þarna alltaf með your brides nákvæmlega ég ætla að gotta catch them all I choose you taste the rainbow ef ég myndi kaupa eitthvað það var að Jessica Alba Charlize Theron þú ert þar þú ert Charlize she's so old hún er samt svo fucking gorgeous en þá sko hún er líka svo hávaksin ég myndi alltaf bara að horfa upp með henni að halda á mér þá getur þú kannski fengið hún er svo stór dýra morgumatinn sem er í efstu hyllinni þá getur þú loksins fengið hann hún getur náðu í hann fyrir þig kókapöfsið og það sem er efstu hyllu og ég myndi líka að kaupa hana hún myndi vera að vinna fyrir mig með að ég var með Jessica Alba en þú Dröfti ég væri bara Sydney Sweeney eða eitthvað bara Sydney Sweeney? Já það er bara út af the boobs já þú er svo mikið boobs maður ég er boobs maður ekkert af því Davíð alveg we love the boobs I will not say nothing ég er með 10 ára komið stelpa í Bretlandi sem að reynda að selja ömmu sína já hver myndi ekki vilja ömmu? Nákvæmlega og sagði sem sagt að very cuddly and loves word search but also annoying and moaning a lot but also annoying and moaning a lot og bara vælir mikið en maður fengi bara fullt af pönnukökum og hún fekk fullt af boðum í ömmu sína og hann náði upp í 20.000 pund ára hann í eBay stepped inn og stoppaði í alveg mikið kokkblokkars já, 10 ára gömul
selja ömmu sinna á eBay Ímyndaður alla hérna, allt blandi póka sem hún geta keypt sér nákvæmlega Geðvikt 20.000 pund That's a smart lady já, hvað freaky people var samt að bjóða 20.000 pund í einhverja ömmu í Bretlandi Allir vilja ömmur, ég segi Já, myndir baka fyrir mann og eitthvað já Er hún tannlaus? Wow spyr fyrir vinn Blik þetta áttið þú Birgir Ég má líka vera dono já, sjálfsögðu ekki alltaf Svo fólk að hérna selja réttin á að nefna sig fyrir 1 ár Það er enda rúglislega sniðið fá nýtt nafn sem sagt Já. Þú mátt segja hvað ég heiti í 1 ár og það bara Ef þetta væri hægt legally binding. hérna Það er svo mikið vesen hérna skipta Við bandar ekki mátt bara gera það einu sinni eða eitthvað held ég Já, Mike Veist það, svo í hérna Friends hérna Banana Hammock Mike Banana Hammock Spreytti nafnir sín eitthvað Og veist það, við getum mátt heita hvað sem hérna bara, nei En veist, sumt mátt já, whatever þetta er líka bara aldrei góð hugmynd eins og hvað, það var haldin einhver keppni að finna nafn á eitthvað skip Bodie McBoatface já, Bodie McBoatface vann Það er fucking geggja nafn maður Shit og þeir bara eitthvað, could have seen this coming Já, þú veist, bara what? það er engin eitthvað Titanic 3 eitthvað, nei, Bodie McBoatface Bodie McBoatface Það er trublað sko paldi að heita hérna Hunt og fyrirnafnið Mike Mike Hunt Okkur Mike Hunt Mike Hunt, já Þetta er svona eins og hérna, brandarinn í hérna, Dumb and Dumber sem kom aldrei fram Ef þau myndi giftast þá myndi hún heita Merry Christmas já, alveg rétt, já Hann Lloyd Christmas og hún Mary Merry Christmas Það er geðvegt sko það er alveg rétt Hörru, síðan er áhrifavaldur sem var 2019 byrjaði að selja hérna, hún heitir Bella Dolphins eitthvað svo leys Bella Dolphins Já, herru, hún baða sig Bella Dolphins í bara baðinu og síðan fyllur hún krukkurnar af baðvatninu og selur þetta var ekki Sabrina Carpenter eða eitthvað var að gera þetta líka Var hún? Nei, þetta er Bella, hún er mér minnir hún ljósari sko já og síðan eru önnur sem hérna selur prumpið sitt Já, og síðan er konur að selja skítu og nærbúsur og eitthvað Já. Hugsaðu að vera bara borða baunir allan daginn og fullt á krukkum og bara sem svona selja þetta maður ef maður væri svona veist, myndalegur og konur myndi vera eitthvað bara já, nefnir að prumpa í dós hérna já, einmitt, ég skal borga þér fyrir það þú bara ert það myndalegur þú mátt prumpa í dós Ég má það alveg, það er enginn að banna mér að prumpa dós sko Nei, og þú getur selt það síðan sko Nei, það myndi, kannski, ég myndi selja eina það var þú myndi vera að styðja mig Svona pity buy Já, svona pity buy sem var ég alltaf að ringi í Davíð Nei, please, að kaupa eina Davíð alveg, nei, takk Og við færði alla strákana til þess að skrifa reviews Já, nákvæmlega á netinu Þetta hefur It was aldrei a shitty smell akkurat og ég bara stafnaði I could even taste it Já, og ég nákvæmlega Jésús maður Og síðan er hérna tánegluklippingar já, einmitt Það voru hérna nokkri það er margir sem eru að selja þetta á netinu Og ég bara Jésús í krukku Getum við bara safna saman í risa krukku og vera bara með heimsmet í tánegla og talandi að klóna það er bara, pikki, ég ætla að velja þess vonandi fæ ég Birki en ég gæti fengið það alltaf farga bandir disappointing a person komið smá rautt að það hárið nope cancel það er með meira ég er með fullt meira maður shit það er síðan brjóstamilk það eru margar sem eru að selja brjóstamilk
Sko, já, það er örugglega eitthvað vel meinandi, hugsa ég Sumar selja brjóstamjólkina fyrir aðra mömmur en síðan eru sumir gaurar sem eru að kaupa þetta út í lattiðið sitt Já, út af því að þeir eru svona Homelander fetish gaurar Það svona Bitty, give me a bitty Ég var að horfa þá Mér tókst að ná börnunum mínum fyrir fram að sjónvarpið og ég kveikti á Little Britain og það var ógeðslega gaman Classic Unga fólki í dag Þið með ekki segja þetta Þú mátt ekki gera svona It is funny Ég með það falska tennur Ertu með þar? Nei God damn it Ég ekki með falska tennur That's news to me Samt ekki þegar þú tekur það úr Já, það finnur munin Nei, í auglýsingunni það my wife keeps eating my Captain Crunch so I'm selling her upper teeth Í alveg Já, don't feel sorry for her, she was warned $20 Hildan tennurnar úr bara Það er bara felsku tennurnar, bara efri sætið Ég voru að geta morgunmatinn hans Tjóðl væri þetta fyndi að reyna að selja eitthvað sko, veist, konuna sína eða eitthvað Já, ég veit Hún var að hvart í mér, ég ætla að selja hana Akkurat Sér að það var eitt sem fekk hárið á hárlokk frá Justin Bieber og seldi það fyrir $40,000 fyrir bara lítinn hárlokk Já og veist, bara nei takk Akkurat veist, ég Þetta er svo fucking Ég skil ekki svona Sko, hver eru meðallaunin í Bandaríkjunum? Er það ekki kringum $40,000 áslaun? Jó, eitthvað svo leys En veist, hver á svona mikið pening? Bara eitthvað fullt af fólki Ég spyr Ég myndi, veist 5.000 kall, þá var ég leið Já, akkurat Röntgenmyndir af brjóstkassanum af Marilyn Monroe Wow Já. Eftir hún dó Já, þetta er frá 1954 sko. Já, þetta er í krupningunni eða það er eitthvað staðar þetta er ekki eitthvað meðan hún var lifandi sem myndi var tekin Ég veit ekki hvernig dó I don't know Veit ekki 50 En þetta seldist allavega fyrir $45,000 Jesus Christ Sko þetta ætti að vera hægt að sanna skilur að þetta sé actually myndin af henni Þannig að það gæti alveg verið vel þess virði sko Er það samt? Já Þetta er alveg samgrip Hérna er fjölskyldumyndin Hérna er röntgenmyndin Her boobs Já Nei, þetta er samt samgrip The boobs Já Nei, We love the boobs Akkurat Og síðan hérna sem ég búin að kaupa Carpenter and her boobs Já Nei, fólk er tilbúið að borga $100,000 fyrir sólglöru hans Elvis og eitthvað svona bull eitthvað sem þú getur bara, þú verður að geta sanna að þetta sé hans þá er fólk tilbúið að borga sko en ekki bara eitthvað random hárlokkur bara trust me, þetta er Justin Bieber Nei, og síðan er verið að selja notu Narfut eins og Trösti sagði þarna Já og myndi, ef það væri einhver fræg leikona myndið þið kaupa Narfutin hennar Nei Eru þið ekki svona Nei Svona sniffers Í alvöru? Nei Þetta er prófa bara þú Nei Þú varst með gjössanlega taktan í þetta sko Já Já, þú veist ekki þetta acting þarna sko, þetta var alvöru Ói Fólk að svona hvað er Birgir að segja? Hörru, það er Draugabær í Seneca í Kaliforníu var lagður út á Craigslist og seldist fyrir $240,000 í 2013 og hérna þetta er sem sé Draugabær en bónusin var að það var eitthvað rosalega verðmætt áfengisleyfi sem fylgdi bænum Nei, svo þetta var gróði Shit, það er geðvögt Ég myndi alveg kaupa Draugabæ Ég líka Með áfengisleyfi? Já Nákvæmlega Fyrir $240,000 bara, veist, alltaf opið á kvöldin
Davíð alltaf á dælunni eitt fyrir mig og eitt fyrir þig Ég er alltaf að loka klokkan 5 á daginn, ég væri bara farin sko. Já, það er bara dauður Ef við kaupum ykkur svona bæ með áfengislefi og hérna Davíð alveg, say no more You had me og hérna búa til svona Westworld dæmi Með kynlífsvelmunum Nei, það getur verið kynlífsvelmenni endilega, var bara það svona vélmenni Var það ekki svona rape vélmenni eða eitthvað? Í Westworld Þú mátti gera hvað sem þú er við vélmennin akkurat. Þú mátti dreipa þau og mátti sitja og spjalla við og spila skák eða whatever og svo máttur þú líka það sem allt þú vildir Já, Þórunn horfði á það og hún eitthvað bara, ég finnst svo til með þeim ég leik, þetta eru vélmenni they have no souls ég var bara, veist, vá bara Þetta voru góð þættir samt skemmtileg koncept en það var einmitt margir sem voru með þar líka sko, bara það verða að nauðga þessu fólki sko. Já, þetta var ekki fólk Nei, ég veit að fullt af fólki var eitthvað að reyna Ok, ef þú væri með hérna, svona rafmagnsmúfu sem var með AI og var alltaf að tala við þig og þú eitthvað hún eitthvað ekki í dag ég er þreytt í dag væri bara shut up væri það illa gert eða? Oh my god ég bara spyr nei ekki hvað ekki það versta er að það mun koma gervigreind í kynlífsdót og það mun einhver prógrama gervigreindana sérstaklega til þess að segja nei sko it is you oh my god Jæja that went off the rails crash and burn sko ég er með hérna Jesús minn eitthvað sem er tilbúin að borga fyrir sem sagt systrans ætla að vera með svona brúðkaup utan þeirra og hann er að finna eitthvað þess að hlaupa nakin í gegnum brúðkaupið hjá systur sinni og eða líka brúðkaupið nákvæmlega, I hate my sister Já, og hann segir sem sagt I will pay you and protect you from my family segir hann að fjölskyldan mun ráðast á hann Er þetta ennþá í boði eða? Fljúðu mig þangað sko Hörðu, síðan var einhver að selja hérna uppvakningaveiru Já, uppvakningaveiru Já, hann auglýsti það að þetta væri a zombie virus Ok sem hann var með í dós Einmitt Já No buyers Nei Hann reyndi Já Það var maður í London sem svona bara upp á djókið þá sett hann hérna kærastunum sína á sölu Já og hann seti notuð kærasta Herði við fengum $119,000 fyrir hana Nei, seldan hann það bara Já Hún eitthvað bara okay. Nei, það seldist ekki hún fekk sem sé hæðsta bóð var $119,000 þangað til að eBay steginni eBay er alltaf að skemma þess vegna fyrir við á dark web sko Já, cockblocker deluxe eBay fucking umulegir maður leiðilega alltaf maður má ekki neitt sko lengur ekki neitt Ég er með hérna hvað ætla að segja 1, 2, 3, 4, 6 smokkar fullir af bökuðum bönum á $5 á $5 let's buy it worth it Já, hérna notaður plástras það er mjög vinstalt líka Já, that's the worst þegar þú ert að synda og síðan er svona flóter síðan er maður svona fyrir upp og niður síðan sér mann maður kafar undir og hann svona fyrir svona mót með þegar maður ekki alveg no það er ógeðslegt Would you rather þegar þú ert að synda sjá plástur koma fljótandi mútið þér eða einn drella plásturinn akkurat en samt þú sagði it's the worst it is the worst ég bara með óðnami fyrir plásturum hérna Cheetos í læginu eins og Harambe hver er Harambe? Górilan sem á að drepa hann Já eftir dauðar Harambe seldist Cheetos snack í læginu eins og hann
Ok. Fyrir $100,000 árið 2017. Jesus Christ. Wow. Bara, ég elska hann apa svo mikið. Ég ætla bara að kaupa þetta. Herri, förum niður í Hagkaup og kaupum okkur hérna póka hlaupböngsum eða eitthvað, hlaupköllum og finnum þennan með stæðstu brjóstin, segjum þetta sé Sydney Sweeney og seljum þetta á netinu. Pottet. Já, Getum gert það. Já. það ekki, eða það? Djúvill eru fullir af business hugmyndum. Já, maður. Ég er búið með mitt maður. Já, við getum alveg talað, ég er með hérna einhver að reyna að selja gervilfót kærastunum sinnar. Er þetta Joey í Friends? Spurning. Þegar hann hendi hann gerfifættinum í eldin og myrkur. Já, nákvæmlega. Hann að byggja $175 og segir bara selling my girlfriend's prosthetic leg because she left in the middle of the night in a wheelchair, so I'm stuck with her leg. Hún sagði honum upp og hvað? Rúllaði sér í burtu á hjólastólnum og skildi eftir löppina. Hann bara, ok, fuck it. Fuck it. Það er ógæslega fyndið. Og fólk er hann að selja hérna svona invisibility cloak og byrsti bara mynd af vegg. Það er svo gott. Ég myndi henda þess að fullt af svona bubble wrap og svona hérna hvítadraslinu. Já. Og sendi þetta síðan. Já. Fólk eitthvað bara, ég fekk ekki neitt. Sýndum mynd. Sýndum með mynd. Og þetta er hérna. Þetta er hérna, ég sé það. Hendur nokkuð hérna umbúðum. Og þetta voru þarna. Getur ekki sanna neitt annað. Ég sé hans. Nei, er þetta ekki hálflítið gott hjá mér? Jú, ég held að, ég mæli með fólk, þetta er svo mikið sem að þú þarft eiginlega að sjá myndirnar til að sem að maður detta á, en ég mæli með að fólk kíkja á þetta, þetta er bara days of fun, sko. Ég var í mitt í gær, það var svo fyndið, ég var bara, ok, þetta var endalaust hægt að skoða þetta. Herri, takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis. Gaman. Það er svo gaman að sjá ykkur. Davíð minn gerði við tennurna sína. Bye.